En ég rak nú augun í það að nallinn hérna aftan á. Já. Internationalinn að það eru 6 erindi. 6 erindi, já. Við syngjum nú vanalega ekki svona mörg. Nei, það eru reyndar ekki. Þeir sem syngjan. En þetta, Internationalinn var samin í lok Parísarkomúnunar 1871 af einum af þeim sem gerðu uppreisn í París og komu á svona líklega fyrsta sósíalíska ríkinu sem reyndar stóð nú ekki lengi og það voru sem sagt þessi þýðing sem venjulega notuð. Hún hefur legið fyrir í 3 erindum, 3 fyrstu erindunum í tæpa öld frá 1923 held ég. Þýtt af Sveinbirni Sigurjónsssyni og ég hins vegar, mér hafði aldrei einhvern veginn hugkvæmst það fyrir þó þetta mér hafi saknað hinna 3 erindana í nokkra áratugi, þá hafði mér aldrei hugkvæmst að þýða það sjálfur fyrir en að höfundurinn kom til mín í draumi fyrir 6-7 árum síðan. Eugene Pottier. Já, einmitt. Frakkinn sem þið dreymdi hann? Já, hann bara kom til mín og sagði, þið syngið alltaf bara 3 erindi og spyr svo ætlið að hætta í meiri byltingu. Og ég náttúrulega fór mjög í vörn og sagði hann, ég kynni ekkert í frönsku og þegar hann segir það skipti engu máli að ég geti vel komist af án þess og þá byrði hann að segja við hann svona, ég geði mér 2 ár, þá voru kommunan 140 ára. Hugsaði mér það gæti verið tilefni til þess og hugsaði mér þá að fá einhvern til þess að þýðan og svona, en svo þegar ég vakna þá fer ég bara að finna söngbækur á einhverjum málum sem ég skildi og eftir rúman mánuð þá var ég komin með þýðingun á þessum 3 seinustu erindum og þau eru nú ekki oft sungin en á góðum stundum eru þau sungin öll 6 og þykir bara falla vel að þýðingu. Nallinn á íslensku orðinn helmingi lengri? Já, hann orðinn jafnlangur og öðrum málum. Já, akkurat. Þannig þetta er fullkomnað? Þetta er auðvitað náttúrulega klassískt söngur og ekki allir sem að endast í svona eins og nú komið vel á aðra öld því að lagið við hann var samið 1888 ef ég man rétt og sló mjög í gegn bara og hefur verið bara sívinsæll síðan sko. Já, framþjáðir menn í 1000 löndum og svo bætir þú við í síðast erindinu með samstöðu í sveit og bæjum við sigramunum græðgi og neyð. Þetta nú bara kjarninn. Já. Er það ekki? Já. Hjá fylkingunni? Já.